612. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar, haldinn í Hljómahöll, þriðjudaginn 1. júní, klukkan 17 er hér með settur. Mættir eru bæjarfulltrúarnir Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Baldur Guðmundsson, Díana Hilmarsdóttir, Friðjón Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, fyrirgefið, Eydís Heinze, Gunnar Þórarinsson, Jóhann Friðrik Friðriksson, Margrét Sanders, Styrmir Gauti Fjellsteð, Gunnar Felix Rúnarsson og Guðbrandur Einarsson ásamt Hrefnu Gunnarsdóttir sem ritar fundargerð. Það eru 7 mál á dagskrá fundarins en þau eru númer 1 fundargerð bæjarráðs frá 20. og 27. maí, númer 2 fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 21. maí, númer 3 fundargerð framtíðarnefndar frá 19. maí, númer 4 fundargerð menningar- og atvinnuráðs frá 19. maí, númer 5 fundargerð lýðheilsuráðs frá 20. maí, númer 6 fundargerð íþrótta- og tónlistarráðs frá 25. maí, númer 7 fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 27. maí. Þá göngum við til dagskrár og tökum fyrir fyrsta dagskrárlið sem eru fundargerðir bæjarráðs frá 20. og 27. maí. Orðið er laust. Það er enginn sem hefur kvatt sér hljós fundargerðir bæjarráðs. Þá ætlar forseti að leyfa sér að taka til máls aðeins þann lið í fundargerðunum sem fjallar nýja heilsugæslustöð. Og eins og við þekkjum öll og vitum öll þá er búið að vera í gangi mikil barátta það að þjónusta hér á Suðurnesjum verði bætt með einhverjum hætti. Við höfum verið, þegar við vorum margfalt færri með heilsugæslu í Reykjanesbæ og síðan heilsugæslusel í bæði Garði, Grindavík og Vogum. Ásamt því að hafa aðstöðu í Grindavík en nú hefur all þessi aðstaða dregið saman. Það er engin heilsugæslusel í sveitarfélögunum í kringum okkur lengur og við höfum séð mannfjöldan vaxa hér ár frá ári sem hefur gert að verkum að þjónustan sem þarf að vera til staðar hér það svo sannarlega ekki. Og við höfum auðvitað unnið að því að bæta þessa þjónustu með öllum þeim ráðum sem við höfum kunnað en það hefur svo sem ekki virkað sem skyldi. En við erum núna kannski fyrst að sjá einhverja breytingu eiga sér stað með samþykkt fjárlaga, síðustu fjárlaga, þar sem gert var ráð fyrir einhverjum rúmum 200 milljónum í að fara af stað með byggingu heilsugæslu í Reykjanesbæ. Og það var settur af stað stýrihópur til þess að fylgja því verkefni eftir. Og við fengum inn í þann hóp fulltrúa og fyrsta verkefni þessa hóps var að skoða möguleika á staðsetningu slíkrar heilsugæslu. Við höfðum nú alltaf haft það í kollinum og líka bara í samtali við forstjóra HSS að sú heilsugæsla í staðsett í Innri-Njarðvík í Dalshverfi 3 sem nú að fara í væntanlega úthlutun í haust. En þegar farið var að stað að skoða hlutina betur þá sáum við alveg að það gátu verið til staðar fleiri valkostir sem gætu henta betur. Til dæmis bara með tillit til aðgengis. Það gæti verið erfitt að keyra inn í mitt hverfi. Þannig að það voru skoðaðir fleiri staðir. Meðal annars var verið að skoða Ásbrú, þá einhvers staðar nálægt Keili. Það var verið að skoða
svæði fyrir ofan Vatnsstangana eða fyrir ofan Bónusar, síðan náttúrulega Dalshverfi 3. Þetta voru einhverjir 9 staðir sem voru skoðaðir og einhverjir sem kom inn á seinni stigum, og sá staður sem verður fyrir valinu af framkvæmdasýslunni og heilbrigðisstofnun staður sem við höfum kannski ekki alveg gert okkur í huglund að kemur til greina, sem þessi lóð sem merkt númer 9 held ég í skýrslunni, og við þetta fræga sverð okkar hann inn í Njarðvík. Mér hafði svo sem ekki dottið þessi staður í hugan. Mér finnst hún vera ágætis kostur til framtíðar. Þarna reyndar að ræða lóð sem ekki það stóra við getum byggt allt á einni hæð til þess að hafa þá bílastæði kringum stofnunina, og þá verður valið þarna 2 hæða bygging sem gæti nú bara verið af hinu góða. Ég kann ekki að meta það svo sem, en þetta sá staður sem framkvæmdasýslan leggur til og heilbrigðisstofnun jafnframt. Þannig að ég sé enga ástæðu til þess að við höfum einhverja aðra skoðun á því. Mestu skiptir að við séum að sjá þetta verða veruleika og verkefni fara í gang. Aftur á móti kemur það fram í þessari skýrslu að áætlaður byggingatími og framkvæmdatími er 5 ár, sem þýðir þá að byggingu þessara 9 heilsugæslustöðvar ekki lokið fyrir 2026. Og ég fæ ekki séð að við getum sætt okkur við það að svo verði. Það eru 22.000 manns skráðir núna á heilsugæsluna, og miðað við þannig íbúafjölda sem á Suðurnesjum býr, og miðað við þá fjölgun sem átt hefur sér stað núna undanfarin ár, og verður væntanlega við erum að sjá atvinnulífið fara í gang hérna aftur, þá getum við alveg reiknað með því að það verði hér áfram fjölgun. Þá þráttur að þessi heilsugæsla komi 2026, þá verður staðan sú að við verðum ca. 17.000 manns á hvorri heilsugæslustöðinni, og það heldur ekkert ásættanlegt. Þannig að hvorki vil ég bíða til 2026 eftir að fá þessa heilsugæslu sem mun ekki duga til þess að leysa þann vanda sem til staðar er. Þannig að mér og okkur hér í bæjarstjórn finnst eðlilegt að það verði skoðaði möguleikar til þess að bæta úr á styttri tíma heldur en 5 árum. Við erum búin að búa við þetta ástand í mörg ár, og ég held að sé komin tími til að hort verði til okkar svæðis, og þau þjónustúrræði sem búið upp á annar staðar verði einnig til staðar hér. Þannig hér framkomin bókun. Erum við öll Ég ætla að leyfa mér að lesa þessa bókun. Við erum í það minnst að 10 bæjarfulltrúar búin að samþykkja bókunina, en ég gerir það fyrir að við skulum sjá þegar að afloknum lestri hvort við verðum ekki 11. En hún svo hljóðandi. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar lýsir sig samþykka því staðarvali á nýrri heilsugæslustöð í innri Njarðvík sem fram kemur í frumathugun framkvæmdasýslu ríkisins og heilbrigðisstofnunar Suðurnesja. Bæjarstjórn skorar jafnframt á heilbrigðisráðherra að ganga án tafar til samninga við aðila leigu og aðstöðu fyrir heilsugæslu til að unnt sé að leysa þann bráðavanda sem til staðar í heilbrigðismálum á Suðurnesjum. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar samþykkti á 610. fundi sínum þann 4. maí síðastliðinn
áskorun til heilbrigðisráðherra að tryggja starfsemi nýrrar heilsugæslu sem allra fyrst og alls ekki seinna en 1. október 2021. Samkvæmt frumathugun sem nú liggur fyrir ekki gert ráð fyrir að byggingu nýrrar heilsugæslustöðvar verði lokið fyrir í fyrsta lagi 2026. Það að mati bæjarstjórnar algjörlega óviðunandi að íbúar Suðurnesja verði látnir bíða svo lengi eftir úrbótum sem samkvæmt fyrirliggjandi frumathugun og áætlunum íbúafjölgun duga þó ekki til. Þá hvetur bæjarstjórn til þess að framfari endurmat á aðaltorgi í Reykjanesbæ sem framtíðarstað fyrir heilsugæslustöð þar sem horft verði til fyrirhugaðrar uppbyggingar sem mun eiga sér stað á því svæði. Til staðar húsnæði sem áður var nýtt sem gistiheimili og getur með minniháttar breytingum hentað vel sem aðstaða fyrir heilsugæslu. Unnið að gerð svæðisskipulags fyrir Keflavíkurflugvöll, fyrir flugstöð Leifs Eiríkssonar og sveitarfélögin í Reykjanesbæ og Suðurnesjabæ. Þar mun aðaltorg og svæði þar í kring skipta miklu máli sem þjónustusvæði bæði fyrir flugvöllin og en ekki síður fyrir sveitarfélögin. Ég held ágætu bæjarfulltrúar að við séum öll að skrifa undir þessa bókun. Takk fyrir það. Einhverjir fleiri sem vilja tjá sig þetta? Jóhann Friðrik gerði svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir sem heima sitja. Sem fyrr bæjarstjórn einhuga varðandi heilbrigðismál á Suðurnesjum. Við erum auðvitað ört stækkandi samfélag og það auðvitað fagnaðarefni að ríkið sé búið að bregðast við, en það rétt hjá forseta og í þeirri bókun sem fram kemur að uppbyggingartíminn langur og sættanlegur. Heilsugæsla ekki sjúkrahús. Heilsugæsla fyrsti viðkomustaður fólks sem þarf á einhvers konar heilbrigðisaðstoð að halda. Og það tókst að setja heilsugæslur á laggirnar á höfuðborgarsvæðinu með mun styttri tíma. Ég alveg sannfærður það hægt að gera þetta mun hraðar. Og ef átak sett af stað þá kemur ekki óvart að vera hægt að reisa hér heilsugæslu á 2 árum. En bráðavandinn til staðar. Þess vegna tek ég heilshugar undir þessa bókun. En jafnframt langar mig að minnast á það, svo því sé nú haldið til haga, að í svona umræðu þá vill það oft verða þannig að málin eru tekin úr samhengi og það ágæta fólk sem starfar á HSS taki svona umræðu til sín. Það vill svo til að mörg okkar hér og jafnvel öll eru búin að fara í bólusetningu hjá HSS að undanförnu og þvílík fagmennska. Og það nú alveg ástæða til þess að hrósa þessu flotta fólki okkar hér á Suðurnesjum á HSS fyrir að hafa gengið vasklega til verks. Eitt af því sem hefur komið fram hjá stofnuninni sjálfri að undanförnu og meðal annars í stefnumótun sé skortur á betra starfsumhverfi heilbrigðisstarfsfólks á HSS. Partur af því væri sannarlega ný heilsugæsla í Innri-Njarðvík. Það skiptir máli í hvers konar starfsumhverfi okkar fólk að vinna og staðan á HSS og húsakynnum stofnunarinnar ekki viðunandi. Og það hefur verið sett fjármagn í það að reyna að laga það og ég veit ekki hvernig það hefur nýst, en það erfitt fyrir heilbrigðisgeirann að vera alltaf með plástrakassa ár eftir ár og áratug eftir áratug. Húsnæðið úr sér gengið og það þarf að fara að skoða það jafnframt að laga það. Samkvæmt íbúatölum á Suðurnesjum ættu hér að vera 3 heilsugæslur afsakið, þannig að það alveg pláss fyrir 2 í viðbót. Og við eigum að þrýsta sameiginlega á ríkið að það sé brugðist við fumlaust og það hér húsnæði til staðar
í sveitafélaginu þar sem aðilar hafa lýst áhuga sínum á því að gera samning við ríkið eða einkarekna aðilar í heilsugæslu þjónustu og ég að vonast til þess að það náist lending í það sem fyrst. Það eru kosningar framundan, þetta tíminn til þess að sameinast enn og aftur mikilvægt mál og þess vegna styðji þessa bókun heilsugar. Margrét Sanders Gersvel. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Aftur stöndum við saman. Aftur komum við sameinuð. Aftur erum við hér og ítrekum að málið er óásættanlegt að 12.000 manna fjölgun á fólki sem býr hér og ekki stækkun og fjölgun eða meiri aðstæða. Og það hefur orðið til þess að hluti af fólkinu hefur flutt sig til Reykjavíkur eða nágranna sveitafélög Reykjavíkur. Bókunin er meira að segja þannig, þó að mörg okkar vilji sjá sjálfstætt starfandi heilsugæslustöð, bókunin er ekki að segja það. Bókunin er einungis að segja að 5 ár í óbreyttu umhverfi er ekki í boði. Það er það sem við erum að segja. Ég skil óttann sem kemur sérstaklega örugglega hjá heilbrigðisstofnuninni að fara að leigja til bráðabirgða að því við vitum að oft þegar ríkið hefur farið fram með svoleiðis að þá verður það varalegt og það verður ekkit að byggingunni. Við skulum svo sannarlega standa saman og standa þá með heilbrigðisstofnuninni. Við lýsum það bara yfir sjálfstæði. Hvernig væri það? Gerum bara svolítið eins og Vestmannaeyingarnir. Við erum bara ríki í ríkinu og ég elska það stundum hvernig þeir stíga fram. En við erum svo sterk svona saman. Við erum ekki að láta bjóða okkur það, bæði það að HSS skuli hafa verið útundan í uppbyggingu og að heilsugæslan er eins og hún er. Við segjum heilsugæslu strax en er ekki gott að enda á jákvæðum nótum. Takk heilbrigðisráðherra þó fyrir að samþykkja byggingu og þeir sem að eru núna við stjórnvölinn og mér sýnist að allt Alþingi sé sammála því að setja fjármagn í að byggja upp heilsugæslustöð hér til frambúðar en 5 ár, það er ekki boði og því er þessi bókun frábær, tek heilshugar undir hana en af hverju aðaltorg vegna þess að sá aðili segir að hann getur verið tilbúinn 1. október og við erum sko til. Takk. Takk fyrir Margrét. Þér verður kannski ósktinni, við búum hérna við Flekaskilinu, gætum hugsalega að losna frá ef eitthvað meira fyrir að gerast. En það er ekki fleiri kvassi ljós. Þeir sem samþykkt geta fundargerðir bæjarráðs eru beðin um að gefa merki. Þær eru samþykktar 11.0 og þá er það fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 21. maí. Þar eru að venju nokkur mál sem við þurfum að afgreiða sérstaklega. Ætli sé ekki 6 í þetta skipti. Og það fyrsta er númer 4 sem er Brekkustígur 31 og þar erum að ræða uppskipting og lóð, orðið laust lið númer 4. Það er enginn sem kveður sér ljós þennan lið, þeir sem samþykkt geta lið númer 4 eru beðin um að gefa merki. Hann er samþykktur 11.0, þá er það lið númer 6 sem er Hringbraut 90, Svalir á Bílskúrstæki, orðið laust þennan lið. Það er enginn sem kveður sér ljós undir þessum lið. Þeir sem samþykkt geta lið númer 6 eru beðin um að gefa merki. Hann er samþykktur 11.0 og þá er það lið númer 7, Tjarnarbraut 6, fjölgun íbúða. Þetta er nú gamalt mál og þarf endurupptöku.
Orðið laust þennan lið. Það er enginn sem kveður sér ljós undir lið nr. 7. Þeir sem samþykkt geta lið nr. 7 eru beðin að gefa merki. Þeir sem samþykkt geta lið nr. 7 eru beðin að gefa merki. Gunnar minn. Þeir sem samþykkt geta lið nr. 7 eru beðin að gefa merki. Takk fyrir, 11-0. Og þá var að liðið nr. 8, Borgarvegur 24, óskup endurupptöku. Og þarna gamall kunningi sem held ég búinn að koma hér einhvern tíma fyrir og í ráðinu nokkur sinnum. Þarna að ræða breytingu frá fyrir afgreiðslu að lóðamörk verði færð til upprunalegs hors og ástæðan fyrir því að dregist af úr hömlu að uppfæra lóðagögn og að samkomulag við fyrri lóðarhafa sé glatað. Þannig að það er tekin ákvörðun að endurskoða fyrri samþykkt. Þessi orðið laust lið nr. 8. Það er enginn sem kveður sér ljós undir lið nr. 8, þeir sem samþykkt geta lið nr. 8 eru beðin að gefa merki. Hann er samþykktur 11-0 og þá er það lið nr. 10 sem er Hólagata 39, niðurstaða grenndarkynningar, orðið laust lið nr. 9. Það er enginn sem kveður sér ljós undir lið nr. 9, þeir sem samþykkt geta lið nr. 9 eru beðin að gefa merki. Hann er samþykktur 11-0 og þá er það síðasti liður sem er sjótökuhólur framkvæmdaleyfi. Orðið laust þennan lið. Það er enginn sem kveður sér ljós undir lið nr. 10. Þeir sem samþykkt geta lið nr. 10 eru beðin að gefa merki. Hann er samþykktur 11-0 og þá gef ég orðið laust fundagerð að öðru leyti. Það er enginn sem kveður sér ljós og þá spyr ég bæjarfulltrúa því þá sem samþykkt geta fundagerðina að öðru leyti og hún er samþykkt að öðru leyti 11-0 og þá er komið að þriðja lið þessa fundar sem er fundagerð framtíðarnefndar frá 19. maí. Orðið laust þann lið. Það er enginn sem kveður sér ljós undir þessum lið. Þeir sem samþykkt geta fundagerð framtíðarnefndar eru beðin að gefa merki. Hún er samþykkt 11-0 og þá er það liður nr. 4 sem er fundagerð menningar og atvinnuráðs frá 19. maí. Friðjón Einarsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mig langar aðeins að fara í fundagerð menningar og atvinnuráðs. Fundurinn var haldinn 19. maí og aðeins að tæpa nokkrum liðum hérna. Fyrsta mál fundarins voru atvinnumál en eins og við öll vitum hérna þá er vinna við atvinnuátak í fullu gangi og hérna það hefur gengið mjög vel og á næsta fundi munum við fara nánar yfir þau mál. Þetta er í upphafi átaksins en eins og bæjarfulltrúar að vita þá er gert ráð fyrir að 500 manns munu vera ráðnir til Reykjanesbæjar núna í sumar og það hefur gengið vel eftir og við munum fá yfirlitið það á næstu vikum hvernig það hefur gengið í heild sinni en það hefur gengið vel. Nú atvinnulífstölurnar alltaf til umræðu á fundur ráðsins og Sigurgestur Guðlaugsson, verkefnastjóri, fór yfir atvinnulífstölurnar. Við erum strax að sjá breytingar á atvinnuleysi. Fyrir rúm mánuði síðan þá sjáum við að atvinnuleysi er byrjað að lækka og við gerum ráð fyrir því að þessi mánaðamót að þá hafi lækkunin verið töluverð. En þess má þó geta að enn veldur það áhyggjum hversu margir hafna vinnu af þeim sem eru á atvinnuleysisskránni og hefur það komið nýlega í ljós að 350 manns hafa verið sviptir bótum af því að aðrar hafa hafnað vinnu. Við skulum vona að þetta haldi nú ekki áfram og betur gangi að manna öll þau störf sem framundan eru. Við finnum það öll að atvinnulífið er að taka virkilega við sér núna á síðustu vikum og við sjáum fjölgun starfa á hverjum degi og ferðamannastraumurinn eykst sífellt. Þannig að við erum að sjá mikla umbreytingu á samfélaginu okkar og vonandi tekst það vel að manna þau störf sem nauðsynlegt er.
Einnig var velt fyrir sér framtíðarsýn DUS safnahúsa og munum við ræða það nánar í bæjaráði í næstkomandi fimmtudag þar sem þeir hluti verða skýrðir. En fyrirhugaðar eru ýmsar breytingar á húsunum til að nýta það betur og gera það hagkvæmari í rekstri leið og það eru endur bætur á sýningu í jarðvangnum á Reykjanesi. Nú síðan sem betur fer þá má núna fara að halda smá skemmtanir og það nú verið kraftur má segja í netskemmtunum hjá okkur síðastliðin 1,5 ár en 17. júní er framöndan og vonandi tekst okkur að gera eitthvað skemmtilegt þar en spurning er ju þetta takmörkun vegna COVID. Nú sjómannadagurinn er kannski ekki eins stórum sem var í gamla daga, mikla breytingar á því en alltaf minningu hans er haldið á lofti og svo mun vera gert áfram. Og hvet ég ykkur allt til þess að skoða vegna þess nýja sýningu bátasafns Gríms Karlssonar en það búið að endur hanna bátasýninguna og hefur það tekist mjög vel og er það á annarri hæð DUS-húsa og hvet ég ykkur þau sem ekki hafa farið endilega að koma við og skoða. Síðan er það síðasta mál á þessu fundi var markaðsmál en það var verið að fara yfir markaðsátak sem farið var síðastliðið sumar og það kom í ljós að mjög mælanlegur árangur var að þeirri herferð sem við fórum í síðast og er það til umræðu í bæjaráði næstkomandi fimmtudag hvort að við að halda áfram með svona markaðsátak. Samstarfið í þessu ráði er mjög gott og gaman að taka þátt í þessu, mikið að gerast og vonandi og veit ég það að það mun vera áfram fjölbreytt og starfsemi bæði á menningar og atvinnusviðinu hjá okkur. Takk fyrir þetta. Það er ekki fleiri sem að kveða sér ljós. Þeir sem samþykkt geta fundargerð menningar og atvinnurás eru beðin um að gefa merki. Hún er samþykkt 11.0 og þá var það fundargerð lýðheilsurás frá 20. maí. Orðið laust. Anna Sigríður, gerðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, já, ég kem undir fundargerð lýðheilsuráðs. Fyrsta mál á dagskrá var krabbameinstíðin á Suðurnesjum. Þar fór Guðrún Magnúsdóttir lýðheilsufulltrúi yfir upplýsingar krabbameinstíðin á Suðurnesjum sem bárust frá Krabbameinsfélaginu. Samkvæmt þeim er krabbamein ekki marktækt hærra í heild hér á Suðurnesjum en er þó hæst hér. Lýðheilsuráð telur líklegast að lífstílstengdir sjúkdómar vegi þyngst í tíðni krabbameins á svæðinu og hefur óskað eftir efni frá Krabbameinsfélaginu og einnig varðandi hvort að Krabbameinsfélagið sé að fara að gera einhverja sérstakar rannsóknir að kanna betur hvers vegna við erum hæst á landinu og einnig vorum við að ræða kynningu sem við fengum hér fyrir þar síðasta bæjarstjórnarfund svæðið allt hér á Suðurnesjum eftir að herinn fór og það var áhugaverð kynning en það er greinilegt að í lýðheilsuvísum sem koma fram einu sinni á ári frá embætti landlæknis að þar eru margir þættir sem koma ekki nógu vel út hjá okkur á Suðurnesjum. Nú langar að nefna nokkra sem er búið að nefna að hafa áhrif á krabbamein. Það er til dæmis að þátttaka í skimun fyrir leghals- og brjóstakrabbameini er minnst á Suðurnesjum. Fullorðnir á Suðurnesjum reykja mest á landinu, nota mest tóbak í vör og eru með hæstu tíðni áhættudrykkju. Fullorðnir sofa einnig minnst á Suðurnesjum, hreyfa sig minnst og drekka mest af gosdrykkjum. Allir þessi þættir hafa áhrif á heilsuna en það er einnig margir aðrir þættir sem geta haft áhrif á krabbamein eins og holl næring og fleiri þættir. Það hefur lengi vitað að hægt er að koma í veg fyrir sjúkdóma með hollu mataræði og reglulegri hreyfingu en með þessum þáttum ásamt reykleysi má koma í veg fyrir 4 af 10 tegundum af krabbameini. Þannig að það er mikilvægt að huga að forvörnum á Suðurnesjum og hver og einn verður að taka ábyrgð á eigin heilsu. Ég vil sjá þessa krabbameinstölu lækka á Suðurnesjum og ég er spennt að fá að sjá nýjustu lýðheilsuvísana sem koma út núna í júní
eftir örfáa daga og lýðheilsuráð mun fara ítarlega í þá þætti og skoða hvort að eitthvað hafi breyst, vonandi til hins betra. Og við þurfum að vera öflug í forvörnum og fá fleiri til að huga að hollum lífsháttum. Takk. Takk fyrir þetta, Jóhann Friðrik Geirsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir heima. Ég þakka Önnu Sigríði fyrir góða yfirferð. Ég langar aðeins að segja frá þessum fundi sem ég kannski minnst á áður sem að snýra lýðheilsustefnu til ársins 2030 sem að formaður ráðsins og lýðheilsufulltrúi Reykjanesbæjar mættu á hjá velferðarnefnd Alþingis. Þar sjáum við auðvitað verið að stíga miklu stærri skref í lýðheilsu þjóðarinnar heldur en nokkurn tímann hefur verið gert áður, sem gríðarlega mikið ánægjuefni. En vegna þess að maður nota nú oft þessa pontu bæjarstjórnar til þess að vera með þrýsting og segja fólki til syndana, þá kom mér alveg svakalega mikið óvart hvað lítið búið að horfa í það fjármagna lýðheilsustefnu og það sem að stendur í henni og þeirri aðgerðaráætlun sem síðan á að fylgja kjölfærið og á að leggja fyrir Alþingi á einhverjum tímapunkti. Það gefur auðvitað auga leið og þetta þekkjum við hjá Reykjanesbæ og fólk í sínu lífi að það þarf alltaf að huga því að fjármagna verkefnin. Illa fjármagnu verkefni og stefnur sem að taka ekki tillit til fjárþarfa verkefna eru að sjálfsögðu gagnslausar. Þannig að ég ætla að vona að við höfum náð einhverjum árangri á þessum fundi með velferðarnefnd og ríkið gerir sér grein fyrir því að embætti landlæknis, heilsugæslan á Íslandi, sveitarfélögin í samstarfi við ríkið og fleiri aðilar þurfa að sjálfsögðu að koma að því að fjármagna þennan málaflokk. Og síðast en ekki síst þarf auðvitað að mæla árangurinn af þeim aðgerðum sem verður farið í. Það er fínt að fara í ýmsar lýðheilsuaðgerðir. En í dag, með hjálp heilsuhagfræðinnar, líka hægt að mæla árangurinn af því og hver ábatinn fyrir samfélagið, bæði í aukinni heilsu og einnig í sparnaði. Þannig að ég vildi taka þetta fram hér. Ég held að við séum auðvitað að stíga hér í Reykjanesbær stór skref sem að önnur sveitarfélög geta litið til. Það eru vissulega alltaf hnökrar þegar það farið af stað með svona þverfaglegan málaflokk og tekur svolítið tíma að slípa það til. En ég held að okkur sé að takast vel upp og eins og bæjarfulltrúi Anna Sigríður fór hér yfir áðan, þá eru ýmsir þættir sem hafa komið fram í lýðheilsuvísum hingað til sem að það verk að vinna fyrir okkur hér í samfélaginu og með réttu ætti fjármagn og stuðningur ríkisins að vera mestur hér á Suðurnesjum í ljósi þeirra aðstæðna sem að blasa við í lýðheilsuvísum. Það samfélaginu best, ekki bara hér fyrir okkar íbúa, heldur líka það hvernig við nýtum fjármagn til heilbrigðismála best. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Baldur Guðmundsson, Geirsson. Virðulegi forseti og góðir bæjarfulltrúar og gestir. Ég gat ekki annað en staðið upp þegar við að tala að hreyfing sé að vinna góða og koma þá í pontu og segja eitthvað. En byrja bara á hrósinu. Það Baun í Reykjanesbæ, sérstaklega vel heppnuð útfærsla á þessari barnamenningahátíð sem að hefur að festa sig í sessi og fannst kannski að fleiri hefðu mátt koma en þetta allavega, ég tók rúndinn og hafi verulega gaman af. Það svona gefur okkur vísbendingu það hvað öflugt starf í skólunum að það sé hægt að henda í svona skemmtilega listsýningar og verkefni sem að voru víða. Mjög skemmtilegt. Svo heyrði ég góða sögur af þessari úttekt Hilmu, verkefnastjóra fjölmenningar,
og ætlaði bara að leggja það til að við fengjum þá kynningu allir bæjarfulltrúarnir, annarkvort með holdlegri kynningu eða að hún sendi okkur gögnin bara inn á mitt Reykjanes. Þannig að þetta var bara svona þakkir sérstaklega fyrir góða lýðheilsu í bænum. Takk fyrir þetta, Baldur. Friðjón Einarsson. Forseti, mér langar að vekja athygli á öðrum liði í fundargerðinni sem er bókun nýja heilsugæslustöð. Ítreka það sem við bæjarfulltrúar samþykktu hérna áðan. En þar segir meðal annars 4.000 íbúar sækja heilsugæsluþjónustu til höfuðborgarsvæðisins því fyrsti viðkomustæður heilbrigðiskerfisins í heimabyggð annar ekki þeim fjölda sem hér býr. Nýverið sagði HSS upp lögbundinni heilbrigðisskoðun starfsfólks Brunavarna Suðurnesja sem þarf því að leita annað. Aðstaða heilsugæslu HSS er óboðleg fyrir starfsfólk stofnunarinnar eins og úttekt landlæknisembættisins hafa ítrekað sýnt fram á. Af hverju vil ég nefna þetta hérna? Jú, það er alveg ótrúlegt að hugsa til þess að starfsfólk Brunavarna Suðurnesja þarf að sækja sér heilbrigðiseftirlit til höfuðborgarsvæðisins, til einkaaðila, sama og lögreglan gerir hérna á svæðinu. Og ég nefni þetta hérna bara til að ítreka þá bókun sem var lesinu hérna upp að forseta fyrir í dag, fyrir á fundinum. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar og Suðurnesjamenn allir eru einhuga í þessari kröfugerð og binda vonu við að ríkisvaldi bregði strax við þessari málaleitan. Íbúar Suðurnesja geta ekki beðið lengur. Ég held að sé mjög mikilvægt að við erum að koma þessu sem víðast á framfæri, hversu sameinaðir við erum í þessu verkefni og það má segja að flesta nefndi bæjarins sem og önnur sveitarfélög hafa ítrekað bókað í þessa veru og við þurfum öll að hjálpast að koma þessu áfram til að hreyfa við. Áðan var hérna samþykkt fundargerð framtíðarnefndar. Mér láðist að koma upp og með leyfi forseta langar að nefna eitt smá atriði þar. En hvetja ykkur öll sem hér eru sem og íbúa að taka þátt í kosningum á vefnum Betri bær. En í fyrsta skipti í Reykjanesbæ erum við að óska eftir tillögum frá íbúum Reykjanesbæjar hvað væri hægt að gera til að gera bæri skemmtilegri og sérstaklega kannski fyrir ungviðið okkar. Og á heimasíðu Reykjanesbæjar, reykjanesbæjar.is, er þetta að fara inn og velja að ég held 27 atriði skemmtilega hluti sem hægt er að gera og þetta er að fullu fjármagnað af bæjarstjórn. Þannig að núna í þessi vika fer ég að velja verkefnin og síðan í framhaldinu verður farið í að vinna við þau verkefni sem fá flest atkvæði. Þannig ég hvet ykkur til þess að skoða þetta og á þess að ég ætla nú að segja hvað ég myndi velja en þetta er allt mjög skemmtileg verkefni og endilega skoðið þetta. Það væri gaman að fara í aparólu niður frá Ásbrú og niður í bæ eins og einn tillagan er og ég ætla að greiða henni mitt atkvæði svo ég kjafti nú frá því en takk kærlega fyrir. Það hafa ekki fleiri kvassi ljós undir þessum lið. Þeir sem samþykkt geta fundargerð lýðheilsuráðs eru beðin um að gefa merki. Og hún er samþykkt 11.0 og þá er það fundargerð íþrótta- og tónlistarráðs frá 25. maí og áður en að forseti gefur orðið laust á að vil gera tillögu minni að máli númer 8 verði vísað í bæjarráð en orðið laust. Díana Hilmarsdóttir, gerðu svo vel. Þetta mál. Nei, fundargerðina. Það er engin
bæjarstjóri, svo ég segi bara forseti og kæru gestir. Mér langar að byrja á því að hrósa Heiðarskóla fyrir sigurinn í skólarhisti nú á dögunum. Emma, Heiðar, Jana og Kristófer Máni innlega til hamingju. Frábær árangur hjá okkur og sýnir enn og aftur hvað við erum ótrúlega rík af flottum og hraustum ungmönnum hér í bæ. Og mér langar aðeins að koma inn lið 5 sem endurnýjun fimleikabúnaðar fyrir fimleikadeild Keflavíkur. Það loksins búið að panta margvíslegan búnað í samráði við fimleikadeildina og innkaupastjóra Reykjanesbæjar. Og ég efast ekki að þessi búnaður komi á góðum notum og ég óska deildinni til hamingju. Liður 6, það borðtennisfélag Reykjanesbæjar sem eru með þakkir til bæjarstjórnar fyrir að bregðast skjótt við að útvega félaginu tímabundna aðstöðu í gömlu slökkvistöðinni og ég ætla að segja við félagið takk og njótið. Og það verður gaman að fylgjast með ykkur. Liður 9, samstarfsverkefni heilsueflandi grunnskóla, umsókn í forvarnarsjóð. Verkefnið samstarfsverkefni allra grunnskóla í Reykjanesbæ sem að mér þykir mikið ánægjuefni. Og það mikill styrkleiki í því að sækja sameiginlega að mínu mati og ég hvet skólana til frekara samráðs og samstarfs í komandi verkefnum. Reykjanesbær leggur áherslu á geðrækt í verkefninu heilsueflandi samfélag og eru skólarnir að gera slíkt hið sama. Þetta samstarfsverkefni snýr að því að bæta andlega heilsu ungmenna í Reykjanesbæ og það til að mynda að ræða fræðslu frá Kvan og hinseginleikanum sem mun fara fram í hverjum skóla fyrir sig með svona erindum sem eru haldin jafnt og þétt yfir árið og markhópurinn úlingastigið. IT-ráð tekur undir þetta verkefni afar brýnt og samþykkir að styrkja verkefnið 700.000 sem 100.000 krónur á hvert skóla. Umsóknin var 2 milljónir og ég vona svo innilega að við finnum fjármagn í restina því þetta ofsalega þarft og það mikilvægt að hlúa að heilbrigði og velferð unga fólksins sem og okkar alla. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Anna Sigríður, gerðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Já, spennandi fundagerð hjá IT. Alltaf nóg að gera í íþróttum í Reykjanesbæ. Ég er spennt að sjá Njarðvík og Keflavík fara að spila á nýja gervigrasvöllinum. Það hérna 3. mál, þar sem að Guðlaugur Helgi, sviðsstjóri umhverfis, kynnti að völlurinn verður tilbúinn í lok júní. Einnig hérna mál 4, það framtíðaruppbygging UMFN við afreksbraut. Líklega í fyrra þá fór ég ásamt fleiri bæjarfulltrúum og skoðum aðstöðuna hjá Njarðvík og það alveg rétt hjá þeim að hún ekki góð og það þarf að efla hana og bæta og þeir eru einnig að minna bæjarstjórnina á að þeir leggja áherslu á að fylgja stefnu Reykjanesbæjar í uppbyggingu og íþróttamannvirkjum og það hefur verið samþykkt á fundi 17. október 2019 og ég held að Reykjanesbær sé að gera mjög gott fyrir íþróttir og íþróttamannvirki en það er mikið sem þarf að gera. Við erum stórt bæjarfélag, það langt á milli hverfa og við erum að byggja í innri Njarðvík stórt íþróttahús, sundlaug og fleira þannig að það þurfa kannski sumir að vera þolinmóðir, það gerist ekki allt í einu. En það var annað mál hérna sem ég langaði að nefna, það númer 8. Beiðni knattspyrnudeildar Keflavíkur að nýta knattspyrnuvöllinn Ásbrú og rekstur á honum. Ég fagnaði líka að íþróttafélögin í bænum eru að sjálfa finna leiðir til þess að koma til móts við börn og unglinga í íþróttum og það gott að það séu íþróttafélög sem eru tilbúin til að færa sig á milli hverfa. Við getum ekki boðið öllum börnum í þessu stóra sveitarfélagi að vera alltaf á sama blettinum. Við vitum það öll, það erfitt fyrir suma að nota samgöngur, það getur verið erfitt fyrir yngri börn að fara á milli hverfa og Ásbrú svona hverfi sem má alltaf bæta. Og ég ánægð að sjá að einhver hefur áhuga á að fara að efla íþróttir á Ásbrú. Það veitir ekki af, það mikið af börnum á Ásbrú. Og svo það mál 9 sem mig langar að fagna að náttúrulega allir grunnskólar í Reykjanesbæ eru orðnir heilsueflandi grunnskólar og það mjög gott að sjá að þeir eru að sækja saman í sjóðina og þetta á bara eftir að vera mjög gott verkefni næsta vetur
fyrir alla skóla og öll grunnskólabörn og það verður gaman að geta fylgst með þessu því að ég veit að það hefur ekki verið hægt að gera mikið í vetur þar sem að skólanir voru bara meira og minna lokaðir eða svona starfið starfið var í uppnámi í mjög mikið í vetur. Að lokum þá langar mig að nefna sigurinn hjá Heiðaskóla í skólahreysti, frábært til hamingju krakkar og að því að það er nú einn þáttur í þessari fundagerð, númer 5 endurnýjun fimleikabúnaðar, bara virkilega gott að fimleikadeild Keflavíkur sé að fara að fá betri tæki og tól sem er löngu komin tíma á og Reykjanesbær tók vel í það og það er alltaf rætast núna þessu ári og til gamans má segja það að 4 af 6 keppendum í sigurliðinu frá Heiðaskóla er að æfa fimleika. Takk. Margrét Sanders Geirsvöld. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Ég ætla ekki að fara yfir fundagerðina en það gerði Anna Sigríður það mjög vel og hamingjóskirnar tekundi þær. Nýr gervigræsvöllur vestan Reykjaneshallar. Að því við tölum að við verum sameinuð í verkefni, þarna vorum við líka sameinuð í verkefni, ekki bara við, heldur Njarðvík og Keflavík. Knattspyrnudeildir Njarðvíkur og Keflavíkur sameinuðust þarna í verkefni. Og þetta er að verða veruleika, gervigræsvöllur við Reykjaneshöll verður tekin í notkun í júní. En hvað ætlum við að gera næst? Það er flókið. Jú, það er verið að byggja íþróttahús við Stapaskóla, en við erum að borða risafíl. Ætlum við bara að taka mólana? Getum við gert meira en það? Og hvað ætlum við þá að gera? Er þetta risaverkefni að lagfæra aðstöðu Njarðvíkingana í knattspyrnu? Eða hvað viljum við gera? Þannig að ég vil bara ítreka það að þetta er risamál að ákveða hver eru næstu skref hjá okkur. En það þarf að fara að ákveða það. Þetta er komið, hvað næst? Það er svo margt sem er hægt að nefna sem þarf að gera og það er langbest að setja sér plan og klippa þetta niður og hvernig getum við ráðist í það saman. Síðan finnst mér ástæða til að koma upp undir 10. lið samþætting skólastarfs við íþrótt- og tómstundastarf. Það hefur verið samgöngunefnd sem hefur fjallað mikið þetta mál og það kom okkur dálítið á óvart þegar við sáum þetta að íþrótt- og tómstundaráð talar að það verði boðið upp á akstur frá grunnskólum Reykjanesbæjar fyrir nemendur í frístundaheimilum 1. til 4. bekks. Bara frístundaheimilum og það er að kanna það fyrst. Við höldum að samgöngunefnd, og því leiðrétti mig ef það er ekki rétt, var svona nokkuð á því að þetta ætti í raunin að vera til boða fyrir alla í 1. til 4. bekk. En að sjálfsögðu yrðu þarfirnar svolítið miðað við frístund en aðrir myndi geta nýtt sér það. Þannig myndi ég halda að við náum best að skipuleggja þetta til framtíðar ef að prufikeislan er víðari. Þannig að ég vil endilega leggja áherslu á þetta og að við þá, hvort sem það er bæjarráð eða samgöngunefnd, stígi svolítið fast í jarðar og taki þessa ákvörðun þá eða stígi inn í þessa ákvörðun þannig að þetta verði ekki bara orðin hlutur áður en við vitum af. Ef að menn eru almennt sammála þessu. En í heildina það er mikið að gerast og það er verið að styðja við íþróttirnar og það er vel á þessum erfiðu tímum og það eru góðir hlutir að gerast og bara áfram við. Takk fyrir þetta, Friðjón Einarsson, Geirsvöld. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, aðeins að fá að bregðast hérna við. Ég tek undir orð þeirra sem hér hafa talað að það er fullt að gerast í íþrótta- og tómstundamálum í Reykjanesbæ og eins og kemur fram í þessari fundagerð þá að vera að gera samninga við bæði við Golfklúbb Suðurnesja og skátastarfið og nýja samninga sem er jákvætt. Gervigræsvöllurinn er að koma
og síðan kem ég að fjórða lið sem er framtíðaruppbygging UMFN við Árnesbraut. Bæjarstjórn samþykkti stefnu í þessum málum fyrir 2 árum síðan, þar sem var lögð fram framtíðaruppbygging og þeirri stefnu hefur ekki verið breytt. Við munum taka hann upp núna aftur í haust, en þar kemur meðal annars fram að næsta skref var bygging fimleikahús og aðstöðu fyrir knattspyrnu við nýjan gervigrasvöll, hvort sem það er stúka og búningsklefur og hvað annars sem það þarf að vera. En ég vona að þetta komi til okkar núna aftur í haust, þannig að þetta komi inn í fjárhagsáætlun næsta árs. En stefnan var mótuð með mikilli vinnu fyrir ekki löngu síðan, miklu samstarfi við alla íþróttahreyfinguna og var mikil sátt þá niðurstöðu. Ég vil líka taka undir orð þeirra sem hér hafa talað að samstarf milli Njarðvíkur og Keflavíkur virðist vera með eindæmum gott þessa stundir á mörgum sviðum og vil ég þakka fyrir það og það er ljóst eins og bæjarfulltrúar hafa sagt hérna að samstarf og að vissum samstíga í þessu máli öllu saman er mjög mikilvægt fyrir okkur og nauðsynlegt ef við ætlum að ná árangri. Þess má geta á þessu ári erum við búin að ákveða að leggja þessu næsta ári 3 milljarða í ný framkvæmdir í íþróttatengd verkefni sem er nýbygging við Stapaskóla og svo gervigrasvöllurinn. Þetta er um 3 milljarðar, þannig að það er ekki hægt að segja annað en að það sé verulega verið að fjárfesta í íþróttahreyfingunni. Og hefur Reykjanesbær aldrei í sögunni lagt svona mikið fram til íþróttahreyfingarinnar með samningum og fjárfestingum eins og gert hefur verið undanfarin 2 ár og á þessum skrýtnu COVID-tímum og fyrir það ber að þakka. Og bæjarstjórn hefur verið mjög sameinuð í þessum verkefnum sem er nauðsynlegt. Endurnýjun fimleikabúnað sem nefnt var hérna áðan, þessi ákvörðun var tekin í síðastliðið haust eftir ósk frá aðalstjórn Keflavíkur að aðstoða fimleikadeildina vegna fjárhagserfiðleika og þá hafði bæjarstjórn og ÍTRA samþykkt að styrkja sunddeildina verulega við 2 ár í röð 20 milljónir, ný búnaður keyptur í sundmiðstöðina, keppnisbúnaður, nýjustu tækni og þegar því verkefni lauk þá var gerður samningu við fimleikadeildina og munum við gera það saman þar, endurnýja búnaðinn og aðstoða við að bæta alla aðstöðu. Það hefur verið gaman að fylgjast með því sem er að gerast í gömlu slökkviliðsstöðinni að horfa á sjálfboða fólk að vinna sjálfboðavinnu, að bæta aðstöðuna, mála, smíða veggi, setja gólf og fleira. Þar er borðtennisfélag Reykjanesbæjar að hefja starfsemi í samvinnu við 88 húsið og hugsanlega fleiri aðila. Ég veit að félag eldri borgara hefur lýst yfir áhuga að fá að spila þarna líka. Það er strax mikill kraftur í nýju félagi og er það áhugavert að sjá hversu duglegir og framtakssamir þeir aðilar sem standa að þessu félagi hafa verið og er það til fyrirmyndar, virkilega gaman að sjá það. Áhugavert er líka að óska sér eftir því að setja nýtt nafn á Reykjaneshöll. Við höfum séð að sum íþróttahús hafa verið gefin nöfn. Aðalega hefur það verið heimavellir í knattspyrnu og körfubolta en nú er það Reykjaneshöllin sem er næst og það sem ég finnst jákvæðast við það er að félögin standa saman að þessu að koma með nafn á Reykjaneshöllina sem er dæmi hvað samstarfið hefur verið gott undanfarið. Nú kannski það sem er mest spennandi er að knattspyrnudeild Keflavíkur er að koma með óskum að nýta knattspyrnuvöllinn á Ásbrú sem er mjög spennandi verkefni og ekki veitir af og vonandi gengur það vel upp og við höfum þegar samt að vísa því í bæjarráð, því verkefni. Já, til að koma fram að vísa því í bæjarráð. En kannski stærsta breytingin hjá okkur í íþrótta- og tómstundamálum er samþætting skólastarfs við íþrótta- og tómstundastarf og það sem á að byrja að bjóða nemendum á frístundaheimilum 1. til 4. bekk, akstur,
Þetta eru akstur sem á að hefjast rétt eftir 1, ég held að sé 1:30 sem hann hefst og lýkur 5-leytið, 5:30, 4 ferðir frá öllum frístundaheimilum og ég vil bara ítreka það að það er rétt sem hér hefur komið fram að skilningurinn á þessu er sá að allir aðilar sem vilja akstur frá grunnskólunum það verður boðið upp á það. Þetta er á ekki að vera eingöngu fyrir einhvern ákveðin hóp, heldur eru allir velkomnir í þennan bíl sem þurfa því að halda. Gunnar Þórarinsson gerir svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir sem heima sitja. Ég get tekið undir margt af því sem hér hefur komið fram í sambandi við íþróttir. Staðreyndin er nú sú að í gegnum tíðina þá hefur verið gert allmikið fyrir íþróttarlífið hér á svæðinu og sérstaklega í Reykjanesbæ og svo sem ekki hægt að kvarta yfir öllu. Enda er þáttaka almennt hér meiri heldur en víðast hvar annar staðar og það bara ber að fagna því að þetta er auðvitað mikilvægt fyrir yngra fólk og reyndar eldra fólk eins og ég sem er ennþá að stunda íþróttir frá því ég var 6 ára og ég held að það hafi ekki orðið meint af en ég ætla aðeins að koma inn á það sem að hér er rætt í sambandi við fótboltann og körfuna í Njarðvík. Þar er í raun og veru staðan þannig að aðstaðan er ekki nærri eins góð og vera skyldi. Svo vægt sé til orða tekið. Íþróttahúsið er löngu sprungið fyrir þessa starfsemi og knattspyrnudeildin er eins og hér kemur fram ennþá í húsi sem átti að vera endurnýjuð fyrir einhverjum 10 árum í það minnsta. En hefur fengið að standa þarna mörgum til ama því að sturturnar hafi ekki til dæmis þjónustað þeim sem að koma í heimsókn eða leikmönnum sjálfum og dómurum. Og það er auðvitað ekki boðlegt en það er líka annað sem að nauðsynlegt er að nefna. Aðstaða félagsins til félagsstarfsemi er engin, akkúrat engin. Og það ber því að fara að líta eftir því hvort það sé hægt að koma þeirri aðstöðu upp. Það hefur verið nefnt að setja upp bæði aðstöðu fyrir fótboltann og síðan líka á sama stað í aðstöðu fyrir svona félagsstarfsemi. Og það er verið að tala það svæði sem er núna hjá fótboltanum. Ég ætla að vona að það verði hægt að uppfylla þær óskir því að þetta hefur dregist langt úr hömlu. Og það er nauðsynlegt að við gefum þeim einhverja von það að þetta muni rísa innan tíðar. Svo við bara setjum jafnfætis félögum eins og Keflavík sem er í sama bæjarfélagi, svo eitthvað sé nefnt. En ég sé alveg fyrir mér að þetta sé hægt, það er að segja að taka aðstöðuna og félagsaðstöðuna. Takk fyrir. Friðjón Einarsson gerir vel.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar, mér finnst ég aðeins til að bregðast við þessu. Bæjarfulltrúar Gunnar er fullkunnugt að nú er verið að bjóða út vinnu við nýtt íþróttahús í Stapaskóla sem er auðvitað í hverfi Njarðvíkur. Það sem er verið að leggja áætlaða kostnaður 2,5 milljarður í stærsta íþróttahús Reykjanesbæjar sem vonandi hefjast framkvæmdi mjög fljótt. Þannig að það er ljóst að þar myndast gríðarlega fín aðstaða og einn besta aðstaða á landinu fyrir körfubolta og gert er á fyrir 1200 manna svæði fyrir áhorfendur. Auk þess er fjöldi rýma þar sem munu nýtast félaginu, árshátíðir, þorrablót og fleira það sem þetta er samtengt eldhús í skólans. Þannig að það er gríðarlega flott aðstaða sem Njarðvík auðvitað hefur fyrsta rétt á, bara það komið fram. En það vakti athygli mína þegar Gunnar bæjarfulltrúi sagði hérna að það væri engin aðstaða. En félagsaðstaða Njarðvíkur er aftur á móti í Ljónakrifunni. Þar er bæði salur, 2 salir og skrifstofuhúsnæði fyrir félög deildir félagsins. Þannig að það er ekki rétt sem hér er sagt að það sé ekki aðstæða fyrir hendi. Hún er fyrir hendi auðvitað. Aftur á móti er aðstæða knattspyrnudeildar ósæmandi og hefur ekki verið nógu góð. Þó þar sé bæði til fundarsalur og skrifstofu aðstæða. En því miður þá hefur það ekki gengið nógu vel að lagfæra það og það stendur vonandi til bóta. En halda þið fram að það sé engin aðstæða, félagsaðstæða fyrir Njarðvík finnst mér ekki rétt. Alls ekki. Og það er nú verið að leggja í 2,5 milljarð í íþróttamannvirki í Njarðvík. Þannig að við skulum hafa það sem réttara er. Annað sem ég vil nefna hérna er að bæjarstjórn mun væntanlega á næstu vikum gera samkomulag við aðalstjórn Njarðvíkur um 2 íbúðir, en eins og ykkur er kunnugt að þá hefur Njarðvík haft eina íþróttafélagi í bæjarfélaginu sem hefur haft afnot af 2 íbúðum í eigu Reykjanesbæjar í langan tíma og það hefur verið rætt að við munum afhenda þeim það til eignar. Það er eina íþróttafélag sem hefur haft 2 íbúðir allan tíman fyrir sitt fólk og líka leigt íbúðurnar á almennu markaði. Þannig að mér finnst það er ekki hægt að koma einn upp og tala svona á einn hátt að Njarðvík hafi ekki neitt og fá ekki neitt. Mér finnst það ekki alveg rétt að halda því fram. En ég vil aftur á móti beina því til allra hérna að stefnumótun Íþrótta- og tómstundaráðs Reykjanesbæjar sem var samþykkt á fundi Íþrótta- og tómstundaráðs 17. október 2019 og var samþykkt síðan í bæjarstjórn er til á vef Reykjanesbæjar og ég hvet alla bæjarfulltrúa að lesa það vegna þess að þessi stefna var samþykkt af íþróttahreyfingunni og var unnin eftir niðurstöðu Capacent og þarna liggur fyrir stefna til næstu ára hjá okkur og fram til 2026. Þannig að ég hveti ykkur öll til að lesa það, en hvort að við þurfum að breyta því er síðan annað mál. Það getur vel verið að við þurfum að endurskoða hana reglulega og fara yfir hana. En við skulum halda því sem rétt er í þessar umræðu. Takk. Gunnar Þórarinsson, gerðu svo. Virðulegur forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Sko, ég var nú ekki að gera því skóna að þetta væri allt ómögulegt, nema síður sé. Ég fagna því hvað við höfum gert mikið fyrir íþróttalífið á svæðinu. Gerði það í þessari ræðu. Hitt er annað mál og það sjá náttúrulega auðvitað allir að aðstaðan fyrir körfuna í Njarðvík er ekki boðleg miðað við það sem gengur og gerist í samfélaginu. Það er bara ekki boðlegt og það er sama með, við getum borið okkur við marga. Selfoss til dæmis, aðstæðan þar er mjög góð. Nú, varðandi félagsstarfið, þá er auðvitað málið þannig að þetta er frekar lítil aðstaða og léleg upp á það að það er ekki snertingu við allt íþróttalífið í Njarðvíkunum. Það vantar í raun og veru að setja upp
stað þar sem að hægt að vinna heildstætt að málefnum félagsins. Og ég sakna þess að menn get ekki fallist á þetta. Það að vísu alveg ágætt að fá íþróttahúsin inn í Njarðvík, það ekkert að því. En ég sé ekkert endilega að Njarðvík flytji sig alfarið þangað. Alls ekki. Takk fyrir þetta, Gunnar. Það hafi ekki fleiri beðið orðið. Þessi samþykkt tillögu forseta að vísa 8. máli til bæjarráðs beðin að gefa merki. Takk fyrir það. Þeir sem samþykkt fundargerð öðru leyti beðin að gefa merki. Og þá það síðasti liður á þessum fundi sem fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 27. maí 2021 og þar gerir forseti það tillögu sinni að vísa 5. máli til bæjarráðs til frekari skoðunar. En orðið laust fundargerðina. Baldur Guðmundsson gerir svo vel. Já, vilja fórstu, góðið bæjarfulltrúar. Það var einmitt 5. mál sem ég ætla að koma inn á. Þetta sem tillaga frá Suðurnesjabæ að sameina hafnir Suðurnesjabæjar og Reykjaneshafnir eða mikið samstarf eða bara sameina bæjarfélögin. Það er einn möguleikinn. Mikið þennan tíma sem ég hef verið bæjarfulltrúi þá hef ég verið mjög áfram það að sveitarfélögin á Suðurnesjum sameinist og hef alveg áttað mig á því að öll verkefnin sem við erum að vinna að sameiginlega þá höfum við oftar en ekki verið svona hryggjarstykkið í verkefnunum, borið hitan og þungan af kostnaðinum og jafnvel verkefninu sjálfur. Svo hefur allir gangur á því hversu mikil þáttaka hefur verið í brunavörnum, hjúkrunarheimilismálum, fræðslumálum. Þetta hefur verið svona valkvætt og þá hafa sveitarfélögin bara staðið frammi fyrir því hvað hentar okkur, hvernig passar þetta inn í okkar format, hvað er ódýrast fyrir okkur, hagkvæmast, skilvirkast. Og mér sýnist á þessu að þarna hefur starfsfólk Reykjaneshafnar lagst yfir þetta og gert á þessu útreikninga og komist að þeirri niðurstöðu að mjög öflugt samstarf milli hafnanna, menn eru í góðum samskiptum en það sé ekki rekstrarleg forsenda til að sameina hafnirnar. Ég treysti þessari niðurstöðu bara mjög vel og finnst alveg allt í lagi að við skoðum einu sinni þennan möguleika. Metum við ekki bara verkefnin út frá rekstrarlegum forsendum, hvað er hagkvæmast, skilvirkast fyrir okkur, svona í þetta skiptið. En við skulum halda því samt opnu að sameina sveitarfélöginni ef að þetta er eitt hálmstráð sem við getum gripið í. En öðru leyti þá styð ég niðurstöðu stjórnar Reykjaneshafnar. Það hafi ekki fleiri hvassir hljóðs. Þeir sem samt geta það að vísa 5. máli til bæjarráðs beðin að gefa merki. Það er samþykkt 11-0 og þá þeir sem samt geta fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar öðru leyti beðin að gefa merki. Og hún samþykkt 11-0 og þá ágætu bæjarfulltrúar erum við búin að tæma dagskrá fundarins og við munum nú gera hlé á fundinum og ganga frá fundargerð
En af því að fundagerð er samþykkt rafrænt, þá segi ég 612. fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar hér með slitið.